Velkomin í þáttinn. Í dag erum við að reynsluaka glænýjum Subaru Solterra. Það alltaf mjög góð tíðindi þegar Subaru kemur með nýjan bíl á markað. Af því að Subaru verða seint þekktir fyrir að vera ötulir þegar kemur að því að framleiða nýja bíla. Subaru aðdáendur eru mjög tryggur og góður kunnahópur. Þeir elska Subaruna sína og skiptast þeir eiginlega í 3 undirflokka. Þú ert með unga Subaru Impressu aðdáendan sem ekkert ungur lengur út af hann að nálgast fertugt. Út af Impressan sem hann keypti fyrir einhverjum 10-20 árum jú orðin 10-20 ára. Svo ertu með plus 50 Subaru kunnahópinn. Það svona hópurinn af fólki sem keyrir á Subaru Forester og elskar bara hagkvæman, góðan, fjórhjóladrifinn bíl með fullt af plássi sem kemst allt. Og svo ertu með 3. undirkunnahópinn og það eru Norðlendingar. Fólk fyrir norðan elskar Subaru. Þessi Subaru Solterra jú rafmagnsbíll og byggður á sama grunni og rafmagns Toyotan sem ég man aldrei hvað heitir. Eitthvað BZ4S 897, eitthvað. En það sem mikilvægt við þessa Subaru Solterru það að þetta Subaru. Bíllinn kemur með 78 kWh rafluðu, hann fjórhjóladrifinn, hann dregur einhverja 512 km uppgefið af framleiðanda, hann hefur 342 hestöfl og 438 Nm af togi. Bíllinn kemur svo með 2 aksturstillingar sem þú notar þegar þú ert að keyra út á þjóðvegi. Hann kemur með Eco Mode og svo kemur hann með Power Mode. Og það í rauninni sniðugasta lausnin þegar þú ert að keyra á rafmagnsbíl. Annarkvort viltu keyra í Eco Mode eða þú vilt keyra í Power Mode. Af hverju ættirðu að vilja vera einhvers staðar inn á milli? Fjöðrunin í þessum bíl mjög Subaru-leg. Hún þétt og stíf og gerir það að verkum að hann plantar sig við malbikið ef maður ætlar að kasta honum í gegnum eina góða beygju. Það ekkert sem heitir body roll eða nein vitleysa. Þetta bara svona Subaru-legt. Vega þessa bíls 21 cm og það ansi gott fyrir bíl sem svona mitt á milli þess að vera station og jepplingur. Hann líka með torfæru axelstillingu sem heitir X-Mode sem gerir það að verkum að hann fær í flestan snjó og drullu. Hér erum við komin upp á okkar fjall. Það vor, það allt farið að bráðna, það drulla og snjór út allt. Og þegar ég hugsa Subaru, þá hugsa ég rally og mig langar einstaklega mikið til að komast að því hvort að þessi Subaru sé meira en borgarjepplingur, slyddu jeppi. Þessi rafmagns Subaru Solterra með þetta rally DNA í sér? Eins og ég nefndi áðan þá þessi Subaru Solterra byggður í samvinnu við Toyota og Toyota telur að ef þú ætlar að fá það allra besta úr bíl í torfærum og á malbiki að þá á að vera 2,840 cm á milli axla. Þessi bíl hefur það. Það hefur einnig Toyota Land Cruiser eða Lexus GX eða Toyota 4Runner. Þannig að ég myndi segja það að Subaru hafi hitt naglann á höfuðið að vera í samvinnu við Toyota hvað þetta varðar. Út af því að þessi bíl alveg drullufær í þessari drullu og snjó og slabbi og ógeði. Ég hef aldrei keyrt rafmagnsbíl í svona aðstæðu og þessi bíl hann lætur mig finnast eins og ég geti það án þess að hafa nokkrar áhyggjur. Þessi bíl lætur mig líða eins og ég sé Colin McRae. It's a dirty job, but somebody's gotta do it. Þegar maður búinn að vera að keyra í drullu og ógeði gott að eiga bíl með sílsarhlífum. Það þýðir hreinir sílsar, hreinar buxur. Ég hef engan áhuga á því að snerta þennan skítuga bíl af því að ég vill ekki skíta út á með puttana. Þá ansi hentugt að bíllinn kemur með snertilausri opnun á afturlera. Þessi tiltekni Subaru kemur að þessum 20 tommu álfelgum og dekkin á honum mjög groddaraleg. Hérna í miðjunni erum við svo með þráðlausa hleðslu fyrir snjallsíma, ekki bara fyrir 1 síma, heldur fyrir 2. Hérna í miðjunni erum við svo með geymsluhólf sem opnast á 2 vegu. Hönnunum tungumál bílsins mjög busy almennt eins og sést hérna á innréttingunni á mælaborðinu. Hérna erum við með alls konar efni í alls konar litum í alls konar mynstrum. Þetta busy hönnunum tungumál sést hérna á hurðinni líka. Bíllinn kemur með 14 tommu afþreyingar skjá og kerfið nokkuð þjált þó sé samt ekki það notendavænasta sem ég hef séð. Ég myndi mögulega bara tengja Apple CarPlay eða Android Auto. Bíllinn kemur svo með öllum helstu nýjustu öryggiskerfum eins og akreinavara, blind spot monitor og þar fram eftir götunum. Það skemmtilega við þetta kerfi það að bíllinn leyfir að slökkva á öllum þessum kerfum
án þess að hann spyr þig, ertu nú alveg viss að þú viljið slökkva á þessum kerfum? Hann bara leyfir þér að slökkva á þeim, no questions asked. Stýrið á bílnum er líka svona þverhyrndur hringur eða fyrningur og er það einkar lítið. Ástæðan fyrir því að stýrið er svona lítið er svo að ökumaðurinn geti séð á þetta 7 tómu stafræna mælaborð sem er hérna lengst frammi á mælaborðinu. Þetta er í rauninni vandamál sem að Subaru skapaði sér sjálf út af því að þeir hefðu bara geta haft stýrið í venjulegri stærð, stafræna mælaborði hér og head-up display. En nei, Subaru ákvaði að gera þetta svona. Ég reyndar hef ekki að kvarta yfir þessu því að þótt að stýrið sé lítið að það liggur vel í hendi og það er gott að halda í þetta stýri í löngum bíltúrum, jafnvel í stuttum bíltúrum líka. Sætin í þessum bíl eru áhugaverð fyrir nokkra sakir. Til dæmis að þá eru sætin tvílit, þú ert með blátt leður og þú ert með dökk grátt leður. Það eru ansi langt síðan að ég hef setið í bíl sem að kemur með bláu leðri. Ég er að fíla það. Svo eru líka mjög mörg mismunandi munstur og er hönnunin almennt á sætinu mjög Subaru-legt og mjög busy. Þú ert með blátt, þú ert með dökkgrátt, svo ertu með þetta munstur hérna, svo ertu með hérna annað munstur og munstur inn í því munstri, inn í þessari línu á sætinu. Sætin eru samt þægileg og er með sagt af miklum Subaru-mönnum að sætin séu bara mjög Subaru-leg, sem ég hugsa sé bara mjög gott og viðkunnanlegt. Að setja aftur í þessum bíl er bara mjög þægilegt. Hérna er hellingur á plássi, þú færð 2 USB-C tengi og þú færð panorama þak. Baksýnisspegillinn í þessum bíl getur verið myndavél eða venjulegur speil. Þessi bíl kemur með Harman Kardon hljóðkerfi og hljómar það einstaklega vel. Það hefur 11 hátalara og bassakeilu aftan í skotti. Þetta er eitthvað sem að Subaru Impressustrákanir ættu að kunna meta. Ef að þú ert Subaru áhugamaður og ert búinn að vera að bíða eftir góðri ástæðu til að færa þig yfir í rafmagnið, þá er ástæðan hér. Subaru Solterra. Ef að þú ert bara manneskja sem er að leita þér að góðum rafmagnsbíl sem að kemst ofboðslega margt, þá skalt ekki leita lengra. Bíllinn er hér. Subaru Solterra.